Komið sæl og velkomin á 334. fund Sveitarstjórnar Rangárþings eystra. Ég ætla bara að spyrja hvort það sé eitthvað athugasemdir með fundarboð. Já, gjör svo vel, Lilja. Já, takk fyrir oddviti og aðri fundamenn. Mig langar að gera athugasemd við boðun 334. fundar Sveitarstjórnar Rangárþings eystra. Reyndar ekki boðið sjálft. Fundarboð barst á réttum tíma og vel, en eins og oft hefur komið fyrir þá innihélt fundarboðið ekki öll fundargögn eins og vera ber þegar það var sendt út. En samkvæmt 9. grein samþykktar stjórn Sveitarfélagsins Rangárþings eystra segir: boðun sveitarstjórnarfunda. Sveitarstjóri boðar fundi. Fundarboð skal berast sveitarstjórnarmönnum ekki síðar en 2 sólarhringum fyrir fund. Boðun sveitarstjórnarfundar skal fara fram með rafrænni tilkynningu á netfang sveitarstjórnarmanna. Með fundarboðinu skulu fundargögnin fylgja rafrænt. Aukafund skal boða ekki síðar en 2 virkum dögum eftir að ósk þar berst sveitarstjóra og fundarboð vegna aukafundar skal berast sveitarstjórnarmönnum svo fljótt sem auðið og ekki síðar en sólarhring fyrir fund. Fundarboði skal fylgja dagskrá fundar og þau gögn sem eru nauðsynleg til að sveitarstjórnarmenn geti tekið upplýsta afstöðu til mála sem þar eru tilgreind. Í fundarboði vantaði núna gögn undir 2 dagskráliði. Annars vegar vantaði minnisblað sveitarstjóra sem undan tekningalítið berst afar seint fyrir hvern einasta fund og stundum ekki fyrir kvöldi fyrir boðaðan fund eins og staðreyndin var nú. Þetta óheppilegt fyrir okkur kjörna fulltrúa ef það eitthvað í þessum gögnum sem við viljum spyrja frekar út í eða kynna okkur. Þetta góðfúsleg ábending, við erum búin að tala þetta oft bæði á dagskrá og utan dagskrár. Við höfum ekki fengið athugasemdir við fundarboð bókaðar í fundargerð, það hefur einungis verið látið hjá líða að segja að ekki hafi komið athugasemdir. Einnig vantaði í fundarboð gögn undir 8. dagskrárlið, þar sem fyrirspurn fulltrúa B-lista. Hann barst talsvert síðar en kom þó og það auðvitað bagalegt fyrir aðra sem þurfa að kynna sér þær fyrirspurn og íbúar sem sjá auglýsta dagskrá. Sólarhring eftir að fundarboð var sent út kom svo ósk að bæta 2 byggðarráðsfundum á dagskrárfundarins eða þar að segja við eigum von á því að það verði gert nú og ég geri að sjálfsögðu ekki athugasemd við það og fengum við þá fundi senda eða þau gögn send með þegar þessi beiðni barst. Við höfum verið afar liðleg í minnihlutanum og höfum held ég aldrei hafnað því að bæta erindi á dagskrá í mannrétt, það má leiðrétta með þeirra á. En það skiptir auðvitað verulegu máli að þessir fundir eins og byggðarráðsfundir séu teknir fyrir eins fljótt og auðið Ég bara hér að benda á þetta því að tími okkar allra dýrmætur. Það skiptir okkur máli að við fáum þessa 2 sólarhringa til að kynna okkur málin öll og bara bið sveitarstjóra og oddvita að vanda sig við útsendingu gagna að það berist allt sem þarf að vera. Takk fyrir. Takk fyrir, Lilja. Tökum þetta til greina. Einhverjir aðrir sem vilja kveða sér máls? Ef svo ekki þá set ég fundinn og ég ætla að fara yfir hverjir sitja í fundarsal. Það Anton Kári Halldórsson, sveitarstjóri, Kristjania L. Banner í fjarveru Tómasar Birgis Magnússonar, Elvar Eyvindsson í fjarveru Árnýjar Hrundar Svavarsdóttir, Lilja Einarsdóttir, Guðri Hildstad Ólafsson í fjarveru Rafns Bergssonar og Sigríður Karolína Viðarsdóttir varaoddviti sem stjórnar fundi, Margrét Jóna Ísólfsdóttir sem ritar fundargerð og Stefán Friðrik Friðriksson sem sér tækni og sendingamál. Varaoddviti óskar eftir leyfi fundar til að bæta 2 málum á dagskrá fundar. Mál nr. 22, fundargerð 271. fundar byggðarráðs og mál nr. 23, fundargerð
272. fundar byggðarráðs. Aðrir liðir færast eftir því. Og vil ég biðja fundarmenn að réttupöldu að þeir eru samþykkir því. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það bara fyrsta mál á dagskrá sem er minnisblað sveitarstjóra. Gjörðu svo vel, Anton Kári. Takk fyrir það, oddviti, sveitarstjórnarmenn og aðrir tilheyrendur. Ég ætla að venja að renna hér yfir minnisblað sveitarstjóra. Að venju stiklega stóru nokkur af þeim helstu verkefnum sem við hjá Rangárþingi Eystra og aðrir í sveitarfélaginu okkar höfum verið að fást við á undanförnu. Á síðasta fundi stjórnar Sorpstöðvar Rangárvallasýslu lagði framkvæmdastjóri fram uppsögn sína á starfi. Mig langar að koma á framfæri kærum þökkum til fráfarandi framkvæmdastjóra fyrir virkilega vel unnin störf í þágu sveitarfélagana 3. Starfsumhverfi á vettvangi úrgangsmála er verulega krefjandi og miklum breytingum háð. Sorpbyrða og meðhöndlun sorps á vegum Sorpstöðvar Rangárvallasýslu hefur verið til fyrirmyndar og er ekki því til fyrirstöðu en að svo verði áfram. Þó svo að aðstæður séu krefjandi bjóða þær einnig upp á mikla möguleika varðandi þróun og nýsköpun á því sviði. Eitt af því er samstarfssamningur Sorpstöðvarinnar við Sorporku EHF uppsetningu og rekstur brennslustöðvar á óendurvinnanlegu sorpi á Strönd. Verkefnið hefur verið í vinnslu undanfarna mánuði og er á góðum rekspöl. Fulltrúar finnska fyrirtækisins Ferropower, sem sjá smíði og uppsetningu stöðvarinnar, voru hér á landi fyrir skömmu að kynna sér aðstæður og funda með þeim aðilum sem að verkefninu koma. Er að ræða verulega spennandi verkefni sem myndi nýtast vel hringrásarrekstri á Strönd ásamt því að framleiða varmaorku til kyndingar. Nú í janúar var formlega ritað undir viðaukasamning milli Brunavarnar Rangárvallasýslu og Landsvirkjunar. Samningurinn tekur meðal annars til búnaðarkaupa, æfinga og fræðslu til starfsmanna virkjanasvæða á framkvæmdatíma til næstu 6 ára. En fyrirhuguð eru talsverð stór áform í uppbyggingu virkjana á starfsvæði Brunavarnar Rangárvallasýslu á komandi árum. Mun viðauki við samninginn styrkja starfsemi Brunavarnar Rangárvallasýslu til framtíðar. Með tilkomu samningsins er Brunavörnum Rangárvallasýslu gert kleift að efla viðbragð sitt og búnað til muna með kaupum á nýrri slökkvibifreið. Ríkiskaupum var falið að annast útboð bílsins þegar nákvæm tæknilýsing lá fyrir. Fastus EHF átti lægsta tilboði í smíði bílsins og hljóðaði það upp á 125 milljónir króna. Samstarfsaðilar Fastus í smíðum á slökkviliðsbílnum er Egens Brannetekning AS í Noregi. Þetta er vel þekkt fyrirtæki hvað okkur varðar þar sem að þeir smíðuðu einnig dælubílinn MAN sem staðsettur er á Hvolsvelli. Sá bíll hefur þjónað okkur vel síðan 1999 og er enn verulega öflugur viðbragðsbíll. Dælubíllinn sem við munum fá afhentan í haust er að gerðinni Scania, útbúinn verulega öflugum slökkviliðsbúnaði og allri nýjustu tækni til að tryggja starf og öryggi slökkviliðsmanna og þeirra sem þurfa á þjónustu Brunavarnar Rangárvallasýslu að halda. Undanfarið hafa verið haldnir þó nokkrir stöðufundir með sveitar- og bæjarstjórum og samninganefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga, þar sem farið hefur verið yfir stöðu kjaraviðræðna milli samninganefndar SÍS og KÍ. Eins og flestum er kunnugt fer Samband íslenskra sveitarfélaga með samningsumboð fyrir hönd sveitarfélaga í landinu í kjaraviðræðum. Fundirnir hafa verið góðir og mjög upplýsandi fyrir stöðu mála, en ljóst er að viðræður eru verulega þungar og þokast lítið og hægt í átt að samkomulagi. Ég hef hins vegar óbilandi trú á samninganefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ og hvet þær til góðra verka til að ná samningum áður en kemur til allsherjar verkfalls sem verður gríðarlega þungt að yfirstíga fyrir alla aðila. Líkt og kom fram í síðasta minnisblaði sveitarstjóra er fyrirhuguð umfangsmikil endurnýjun á götu, gangstéttum og lögnum í Stóragerði á Hvolsvelli í sumar. Er að ræða mjög umfangsmikla framkvæmd sem á eftir að hafa talsverð áhrif á alla íbúa meðan á henni stendur. Hönnunar- og útboðsgögn eru við það að vera tilbúin og mun framkvæmdin verða auglýst til útboðs á næstu dögum. Nauðsynlegt er að allir íbúar í Stóragerði séu vel upplýstir varðandi framkvæmdina, til dæmis varðandi tímaáætlun, lokanir, aðgengi og fleira. Því hefur verið ákveðið að boða til upplýsingafundar með íbúum Stóragerðis sem haldinn verður í Hvolnum. Fundarboð með nánari tímasetningu mun berast til allra íbúa Stóragerðis á næstu dögum.
Á fundinum munu starfsmenn sveitarfélagsins ásamt verkfræðistofunni Eflu sem hefur séð hönnun verksins kynna það og helstu þætti þess fyrir íbúum. Einnig gefst íbúum tækifæri til að spyrjast fyrir verkið og tilhögun þess. Framkvæmdum sveitarfélagsins við uppbyggingu nýs bílastæðis við Skógafoss nánast lokið. Fyrirhugað að loka inn á eldra bílastæði og hefja gjaldtöku á því nýja þann 1. mars næstkomandi. Uppsetningu á nýju salernis- og þjónustuhúsi við bílastæði verður einnig lokið á næstu misserum. Mikið framfaraskref að ræða við uppbyggingu við eina af okkar helstu náttúruperlum. Með framkvæmdinni vonast til þess að allt umferðarflæði svæðið verður betra og friðlýsta náttúruvættinu í Skógafossi gert hátt undir höfði með því að draga bílaumferð frá fossinu. Náttúruverndarstofnun mun í framhaldinu hefja frágang á eldra bílastæði og afmá ummerki það. Með áformaðri gjaldtöku og tekjum af henni skapast tækifæri til öflugrar uppbyggingar á þjónustu svæðisins sem einfaldar aðgengi og virðingu fyrir svæðinu til framtíðar. Einnig rétt að minnast á það að í skipulagsferli deiliskipulagstillaga sem gerir ráð fyrir glæsilegu tjaldsvæði innan umráðasvæðis Skógræktarfélags Rangæinga á Skógum, sunnan við Hvernig. Því mun sveitarfélagið ekki lengur koma rekstri eða útlegu á tjaldsvæði á Skógum. Mér þykir líklegt að því nýja tjaldsvæði verði verulega vinsælt þegar framlíða stundir enda staðsetning þess vægast sagt umvafin stórbrotinni náttúru. Þann 28. janúar undirrituðu 3 ráðherrar og fulltrúar landshlutasamtaka undir sóknaráætlunarsamning landshlutanna. Þar á meðal undirritaði sá sem hér stendur undir sóknaráætlunarsamning fyrir Suðurland. Markmið með sóknaráætlunum að stuðla að jákvæðri og sjálfbærri byggðaþróun, treysta stoðir menningar, efla atvinnulíf og nýsköpun og styðja við áherslur umhverfis- og loftslagsmál og auka þannig samkeppnishæfni landshluta og þar með talið landsins alls. Þá markmiðið einnig að efla samráð hjá stjórnvöldum og milli landshluta og tryggja gagnsæi við úthlutun opinberra fjármuna. Gildandi sóknaráætlanir fyrir Suðurland hafa fyrir löngu sannað gildi sitt og verið ómetanlegur stuðningur fyrir íbúa, atvinnulíf og sveitarfélög í landshlutans. Framlög ríkisins til sóknaráætlana Suðurlands árið 2025 nema samtals 127,4 milljónum króna og framlög sveitarfélaganna á Suðurlandi nema 14,4 milljónum. Heildarframlög ríkis og sveitarfélaga til verkefna sóknaráætlunar árið 2025 nema því 141,8 milljónum króna sem eiga áreiðanlega eftir að skila sér vel til uppbyggingar meðal annars menningar og atvinnulífs í landshlutunum ásamt fjölda annarra góðra verkefna. Menntaverðlaun Suðurlands voru veitt við hátíðlega athöfn í Fjölbrautaskóla Suðurlands. Samtök sunnlenskra sveitarfélaga standa að veitingu verðlaunanna og voru þau nú veitt í 16. sinn. Það kom í hlut undirritaðs og forseta Íslands, frú Höllu Tómasdóttur, að veita verðlaunin. Það verkefni sem hlaut verðlaunin að þessu sinni ber heitið Eflum tengsl heimila og skóla. Að ræða samstarfsverkefni fjölskyldusviðs Árborgar, leik- og grunnskóla sveitarfélagsins og Fjölbrautaskóla Suðurlands. Verkefnið hefur það markmið að bjóða foreldrum leik- og grunnskólanemenda sveitarfélagsins með fjölmenningarlegan bakgrunn upp á hagnýtt íslenskunámskeið þar sem hagnýtt upplýsingagjöf til foreldra sett saman í einu námskeiði. Að ræða virkilega fróðlegt verkefni sem tilvalið væri að kanna hvort vilji væri fyrir því að heimfæra það yfir okkar góða sveitarfélag. Fjölmenning og verður eitt af stórum málunum okkar og því verkefni þurfum að sinna eins vel og kostur Fögnum innilega fjölmenningunni og fjölbreytileikanum í okkar góða sveitarfélagi og búum þannig hnútana að allir geti blómstrað í leik og starfi. Sveitarstjórnarmönnum í Rangárvallasýslu var boðið að sækja aðalfund félags eldri borgara í Rangárvallasýslu nú á dögunum. Undirritaði sótti fundi fyrir hönd Rangárþings eystra. Var að ræða virkilega góðan og vel sóttan fund þar sem málefni eldri borgara voru rædd af yfirvegun og hreinskilni. Sveitarfélögum í Rangárvallasýslu var hrósað vel fyrir sína aðkomu og stuðning til félagsins í formi fjár- og húsnæðisaðstöðu. Það aðdáunarvert að sjá þann kraft og gleði sem ríkir í félaginu. Ég held ég geti fullyrt að það ekki kvíðvænlegt að eldast, geta gengið í félagið og nýtt alltaf góða starf sem það hefur upp á að bjóða. Auðvitað voru ýmis önnur alvarlegri málefni rædd á fundinum, þar á meðal var samþykkt samhljóða ályktun varðandi mönnun lækna í Rangárvallasýslu og henni beint til HSU. Sú ályktun einnig á dagskrá fundar okkar í dag. Og að lokum, skjótt skipast veður í lofti. Það ekki margir dagar síðan að rauðar veðurviðvaranir ríktu á landinu okkar öllu í þó nokkuð tíma. Þeir voru því kærkomnir vordagarnir sem við höfum nú fengið smjörþefina. En hrósum ekki happ og snemma, því eflaust verðum við slegin aftur niður á jörðina von bráðar
því eitthvað víst eftir af vetrinum. Dagarnir eru þó teknir að lengjast töluvert í báða enda og vetrarmyrkrið smátt og smátt að gefa eftir. Það eru næg verkefni sem bíða okkar allra á næstu misserum, fögnum þeim og gerum okkur besta hvern einasta dag. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Er einhver sem vil tala undir minnisblaði sveitarstjóra? Ef svo er ekki, þá förum við í næsta dagskrárlið. Númer 2 sem er bergrisinn, breytingar á samþykktum. Lagðar fram til seinni umræðu breytingar á samþykktum bergrissans BS í seinni umræðu. Er einhver sem vil tjá sig undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá ætlum ég að lesa bókun. Sveitarstjórn samþykkir með 7 samhljóða atkvæðum breytingar á samþykktum bergrissans í seinni umræðu. Og ég bið ykkur að rétta upp hönd til samþykktar. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 3, lögð fram til staðfestingar starfsáætlun Hvolsskóla. Einhver sem vil tjá sig hér? Ef svo er ekki, þá les ég upp bókun Sveitarstjórn staðfestir starfsáætlun Hvolsskóla 2024 til 2025. Ég bið ykkur að rétta upp hönd til samþykktar. Það er samþykkt. Þá er það 4. liður skólanámskrá Hvolsskóla 2024 til 2025. Lögð fram til kynningar af skólanámskrá Hvolsskóla 2024 til 2025. Það er til kynningar. Lilja, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir oddviti, aðrir fundarmenn. Þetta ásór sem bara bæði við 3. og 4. bara að athuga sem kannski hvað þetta berst seint til sveitarstjórnar. Ég sé að þetta verið frekar seint á dagskrá í afgreiðslu nefndarinnar væntanlega út af einhverju. Skiptir kannski ekki heildarmáli, það er í desember og þetta er að koma núna 2 mánuðum seinna fyrir fund. Er einhver ástæða fyrir þeirri töf eða bara, já, bara svona, væri gott að fá þetta fyrir hægtir að þetta tefjist ekki. Takk. Takk fyrir Lilja. Já, það er rétt, það kom seint inn á fund fjölskyldunefndar, það ekki fyrir í desember, en ég svo sem hér stendur ekki svara fyrir seinni fyrirspurninni af hverju það kemur núna en ekki í janúar þá. Já, Elvar, gjörðu svo vel. Háttvirtir góðir fundarmenn, ég ekki svo sem við þetta athuga nema eitt að það er hann að kemur hann fram sko ágripað sögu Hvolsskóla og mér finnst þetta aðeins sko galli hvernig þetta hefur einhvern veginn þróast í að ég lít svo á að Hvolsskóli hafi sko orðið nýr skóli úr öllum skólunum sem voru á svæðinu. Og þar af leiðandi þarf að halda upp í sögu allra skólana. Það var ekki bara þannig að skólanir gengju í Hvolsskóla heldur. Það var reyndar ákveðið eða var aldrei rætt í raun og veru sko, það hefði kannski átt að skipta nafn á skólanum því að í raun og veru er þetta aðeins nýr skóli þar sem allir gengu inn og sameinuðust. En þetta er bara svona ábending að það þarf að halda utan söguna og ég sé ekki að neinn annar geti gert það en skólinn sjálfur. Takk fyrir. Takk fyrir Elvar. Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti, aðrir fundarmenn, takk Elvar. Þetta er fín ábending. Af því að vissulega voru aðrir skólar lagðir niður og sameinuðust Hvolsskóla. Bara kannski við næsta árs áætlun að fara að koma svo inn. Þetta er flott ábending. En ég vil auðvitað þakka því starfsfólki sem kom að vinnu þessara merku plagga. Þetta er heilmikil vinna á ári hverju og við viljum bara koma þökkum og framfæri til þeirra og þetta er fín áætlun og námskrá. Takk. Takk fyrir Lilja. Já, ég er sammála því. Það er alveg nauðsynlegt að halda sögu hinna skólana sem að sameinuðust á lofti. Gott verkefni fyrir einhvern góðan.
Þá er það 5. liður tillaga breytingar á úthlutun úr menningarsjóði. Lögð fram til staðfestingar tillaga breytingu á reglum úthlutun á menningarsjóði Rangárþings eystra. Tillaga er að úthlutun á sjóðnum verði í mars og október í stað febrúar og september eins og í fyrri reglum. Einhver sem vil tjá sig undir þessum lið? Ef svo er ekki þá ætla ég að lesa upp bókun Sveitarstjórn staðfestir breytingu á reglum úthlutun úr menningarsjóð. Þau sem henni samþykir vinsamlegast réttri bend. Það er samþykkt samhliða. Þá er það 6. liður. Beiðni laust frá störfum í nefndum Rangárþings eystra. Lagt fram bréf þar sem Heiðbrá Ólafsdóttir óskar eftir laust frá störfum sem aðalmaður í fjölskyldunefnd og varamaður í skipulags- og umhverfisnefnd. Og er eitthvað sem vil tjá sig hér undir þessum lið? Ef svo er ekki þá lesi ég bókun Sveitarstjórn samþykkir beiðni laust frá störfum og þakkar Heiðbrá fyrir vel unnin störf. Því er samþykki vinsamlegast rétt upp hönd. Það er samþykkt. Nei? Jú. Já, það er samþykkt. Þá er það 7. liður Febrang ályktun heilbrigðisþjónustu. Lögð fram ályktun Febrang heilbrigðisþjónustu í Rangárþingi þar sem farið er fram á að snarlega verði bætt úr læknisþjónustu á svæðinu. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti, sveitarstjórnarmenn og tilheyrendur. Bara fín tillaga og ég held við ættum bara náttúrulega að fagna henni og taka heilshugar undir með Febrang. Ég ætlaði kannski aðeins að fara yfir og stöðuna á síðastu sveitarstjórnarfundi var sveitarstjóra falið að vinna sameiginlega ályktun varðandi þessi mál og koma henni út í samráði við hin sveitarfélögin eða 3 sveitarfélög í Rangárvallasýslu. Það er búið gert og einnig var sveitarstjóra falið að óska eftir fundi með ráðherra heilbrigðismála varðandi stöðuna til þess að fara yfir hana. Það er búið og gert nema það er ekki komin fundartími. Ráðherra er væntanlega upptekinn svolítið við þingstörf þessa dagana en vonandi búin að vera í samskiptum við aðstoðarmann hennar og það er verið að reyna að finna tíma fyrir okkur sveitarstjórn Rangárþings eystra til þess að hitta á ráðherra. En þetta var svona bara smá upplýsingar. En flott tillaga hjá Febrang. Já. Takk fyrir Anton Kári. Bjarki, gjörðu svo vel. Takk oddviti. Ég langar að taka undir með Antoni Kára og þakka félagi eldri borgara fyrir þeirra ályktun. Við bara bjóðum þau velkomin á vagnin með okkur. Varðandi fundinn með ráðherra þá þarna er auðvitað nýr ráðherra á fullu í þingstörfum en staðan er samt með þeim hætti að við getum ekki látið þetta dragast. Við þurfum að halda áfram þessari baráttu og berjast fyrir heilbrigðisstofnuninni líka að þeim sé tryggt rekstrargrundvöllur til þess að geta haldið út til læknisþjónustu. Þannig að ég vil bara þarna hvetja sveitarstjóra til þess að ýta enn frekar á ráðuneytið og tryggja það að við fáum fund því að þessi staðan er ekkert að breytast mikið og dagarnir líða og þjónustan er skert og ekki eins og við viljum hafa hana og við berjumst fyrir íbúðum okkar og tökum eldri borgarana með okkur í þá baráttu. Ég er bara glaður að fá fleiri hendur og dekk. Takk. Takk fyrir Bjarki. Já, það er alveg nauðsynlegt að fá okkur svör við þessu og úrbætur. En við skulum halda áfram, það er 8. liður, fyrirspurnir fulltrúa B-lista. Já, afsakið þetta. Þá ætla ég að lesa upp bókun. Sveitarstjórn tekur heilshugar undir ályktun félagsins og biðja ykkur að rétta upp hönd eða eru samþykkt þessari bókun. Hún er samþykkt samhljóða. Þá skulum við fara í 8. lið. Lagðar fram fyrirspurnir fulltrúa B-lista fjöldi rýma á Kirkjuhvoli, staða mála við Seljalandsfoss, uppbygging miðbæjar Hvolsvallar
og hönnunarvinnu miðbæjartúns Hvolsvallar. Viljið þið fylgja þessu hlaði eða? Svo vel, Lilja. Já, takk, oddviti og að funda með. Það er svona nokkur atriði sem að okkur langar bara að fá kannski svona fregnir af hvernig standa og sendum inn nokkra fyrirspurnir fyrir þennan fund og vonumst til að fá svör við þeim. Fyrsta fyrirspurnin er þetta: fjöldi rýma á Kirkjubóli og hvað varðar varanlega rekstrarheimild. En undanfarin ár hefur hjúkrunarheimili Kirkjuhvoll einungis fengið tímabundna rekstrarheimild til 1 árs í senn fyrir nokkrum rýmum sem er vel, enda nauðsynlegt að fullnýta húsnæði sem er til staðar. Mikilvægt er þó að tryggja stöðugan rekstrargrundvöll stofnunarinnar sem og þjónustu fyrir aldraða sem þurfa á innlögn á hjúkrunarheimili að halda. Á stefnuskrá B-lista var að tryggja varanlega rekstrarheimild fyrir þeim tímabundnu rýmum sem ræðir. Okkur langar bara að vita hver er staðan í dag, hversu mörg rými eru nú varanleg á Kirkjuhvoli og hversu mörg eru tímabundin og þá hve langs tíma. Vil ég ekki bara lesa þetta allt upp núna og svo fáum við viðbrögð við því. Næsta mál er staða mála við Seljalandsfoss. Eftir fundi með landeigendum sem haldinn var að hausti 2023 hefur lítið heyrst varðandi þróun mála við Seljalandsfoss. En þar hafa mál varðandi uppbyggingu og starfsemi svæðisins verið í járnum árabil. Hver er staða málsins í dag og hver eru næstu skref? Þriðja spurningin er uppbygging miðbæjar Hvolsvallar. Lítið hefur gerst á miðbæjarreit þéttbýlisins Hvolsvallar hvað varðar uppbyggingu í samræmi við þau áform sem uppi voru en byggðarráð auglýsti lóðir þar í einu lagi til úthlutunar í ársbyrjun 2023. 3 umsækjendur voru verkefnið en í framhaldinu var ákveðið að semja við VAFT ehf. En í júlí árið 2024 var málið til umfjöllunar aftur og þá samþykkti byggðarráð veðsetningu á lóðinni að upp að 15 milljónum, en áréttaði jafnframt að ekki yrðu heimilaðir frekari veðsetningar fyrir en lóðalegu samningur lægi fyrir. Nú eru liðin tæp 2 ár frá því að samið var við umrædda verktaka og ekki virðist lóðarhafi hafa áform að fara af stað í uppbyggingu á næstunni, svo okkur langar bara að heyra hver er staða málsins. Mögulega erum við bara ekki upplýst eða eitthvað nýtt upp á nálinni. Og síðasta fyrirspurnin okkar að þessu sinni er hönnunarvinna miðbæjartúnsins hér á Hvolsvelli. Styttan Afrekshugur var afhjúpuð í ágúst 2023 og er hún orðin aðdráttarafl gesta hérna í þorpinu. Á stefnuskrá B-listans var meðal annars að bæta aðgengi og ásýnd ferðamannastaða og sveitafélagsins í heild og teljum við að því brýnt að hefja hönnunarvinnu fyrir miðbæjartúnið sem fyrst til þess að það skapist heildarbragur fyrir svæðið sem verður okkur öllum til sóma. Stendur til að fara í hönnunarvinnu á miðbæjartúninu á þessu ári. Og þetta ritum við undir Bjarki Oddsson, Guðri Hilstad Ólason og Lilja Einarsdóttir. Takk. Og við óskum eftir að fá bókuð svör við þetta líka í fundargerð. Takk. Takk fyrir Lilja. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar, aðra tilheyrendur. Ég ætla að renna yfir svör við þessum fyrirspurnum. Bara fínar fyrirspurnir og ég vona að ég ná að svara þeim skýrt. Og ég er búinn að senda þau svör líka á ritara fundarins þannig að þau eru bókuð inn í fundargerð. Og númer 1 er snýr að Kirkjuhvoli og þeim rýmum sem eru þar. Hljóðar svo, á Kirkjuhvoli eru 26 almenn hjúkrunarrými sem varanleg rekstrarheimild er fyrir. Tímabundin hjúkrunarrými eru 5 og er nýbúið að ganga frá samningum þau til 1 árs. Við höfum verið með þessi 5 rými frá árinu 2018 en aldrei fengið varanlega rekstrarheimild fyrir þeim. Til viðbótar eru 2 tímabundin rými sem skulu nýtt fyrir einstaklinga sem koma frá HSU. Samningur þau rými gildir einnig út árið 2025. Fjöldi dvalarrýma á Kirkjuhvoli er 1. Biðlistar eru langir og því er mikilvægt að tryggja nýtingu allra rýma á Kirkjuhvoli til framtíðar með varanlegum rekstrarheimildum. Tíð samtöl við ráðherra, þingmenn og aðra aðila innan stjórnkerfisins hafa átt sér stað varðandi það að tryggja rýmin fyrir Kirkjuhvol. Verður því samtali haldið áfram við nýja ríkisstjórn og vonandi mun það bera árangur áður en langt líður.
Þá það mál nr. 2 varðandi málefni Seljalandsfoss og svar svohljóðandi. Lítið hefur þokast í málefnum samstarfs sveitarfélagsins og landeigenda við Seljalandsfoss. Síðast var málið til umfjöllunar hjá byggðarráði Rangárþings eystra þann 16. maí 24 fyrir tæpu ári síðan. Þar sem lagt var fram minnisblað lögfræðings eiganda jarðanna innan Seljalandstorfu. Sveitarstjórn hefur í hvívetna talað fyrir hagsmunum sveitarfélagsins í þessu máli og mun gera það áfram. Ljóst hefur verið árabil að sú staða sem uppi gengur ekki til lengdar. Óformlegar viðræður við landeigendur hafa átt sér stað á undanförnum mánuðum en mögulegar lausnir ágreiningsmála en engin niðurstaða liggur enn fyrir. Varðandi miðbæjarreitin, þá svarið svohljóðandi. Uppbygging miðbæjarsvæðis á Hvolsvelli hefur ekki gengið eftir samkvæmt samkomulagi sem gert var við VHT ehf í lok árs 2023 eða í nóvember. Lögfræðingur sveitarfélagsins vinnur nú að málinu fyrir hönd sveitarfélagsins. Og fyrirspurn nr. 4 varðandi miðbæjartúnið. Hönnunarvinna á miðbæjartúni Hvolsvallar kom til umræðu í vinnu við fjárhagsáætlunargerð fyrir árið 2025. Það var hins vegar ákveðið í ljósi þess að verið að vinna að hönnun miðbæjarsvæðis, reit fyrir nýja krónuverslun og þjóðvega 1 í gegnum Hvolsvöll að skynsamlegt væri að endanlega tillögur þeirra verkefna lægi fyrir áður en hönnun miðbæjartúnsins yrði sett af stað. Það að mörg að hyggja í hönnun þessara svæða og mikilvægt að ná góðri samræmingu á milli þeirra. Ekki útilokað að hönnunarvinna á miðbæjartúni geti farið af stað á árinu 2025. Takk fyrir Anton Kári. Einhverjir fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Já, ekki svo. Já, takk fyrir greinargóð svör, Anton Kári. Gott að fá þessar upplýsingar sem kannski ekki allir eru upplýstur og fara kannski fram á vettvangi þar sem við sitjum ekki öll alltaf. Þú talar tíð samskipti bæði við varðandi rýma á Kirkjuhvoli og eins við landeigendur. Það væri kannski bara gott að fá, ef það eru fundargerðir eitthvað til af þessum samskiptum fyrir okkur sem sitjum hér til að við getum fylgst betur með hvernig það því miðar. Takk. Takk fyrir Lilja. Þá held ég að við höldum bara áfram. Við erum komin í skipulagsmálin. Það er liður 9. Merkja lýsing Ytra Seljaland, heiðin. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að landsskiptin verði samþykkt. Liggur kveða sér hljóðs undir þessum lið. Ef svo ekki, þá les ég upp bókun. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og gerir ekki athugasemd við landsskiptin og hið nýja staðfang. Þessi eru samþykkir rétti upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 10. Merkja lýsing Gláma millispilda. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við landsskiptin og leggur til við sveitarstjórn að landsskiptin verði samþykkt ásamt hinu nýja staðfangi. Er einhver sem vil tjá sig hér? Ef svo ekki, þá les ég upp bókun. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og gerir ekki athugasemd við landsskiptin og hið nýja staðfang. Þeir sem henni eru samþykkir vinsamlegast réttið upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 11. Deiluskipulag Ytra Seljaland, Bollavellir. Skipulags- og umhverfisnefnd telur að í kafla 221 byggingarheimildir án tengsla við búrekstur komi skýrt fram að sérhæfðar byggingar fyrir aðra atvinnustarfsemi en landbúnað allt að 1500 fermetra skuli vera samhliða fastri búsetu og að í framlagðri tillögu komi skýrt fram að áformin snúi aðeins að rekstri sem í heima á verslunar og þjónustulóð eða svæði. Skipulags- og umhverfisnefnd ítrekar að vegna fjölda skipulagsmála og breytinga á gildandi skipulagi fer skipulags- og umhverfisnefnd fram á að samráð eða samstarf landeiganda á svæðinu
með það að markmiði að samnýta vegtengingar og sameinast við vatnsból og fráveitu sem uppfylli kröfur heilbrigðiseftirlits. Ekki verða samþykktar frekari verulegar deiluskipulagstillögur fyrir en samræmd áætlun liggi fyrir varðandi vegi og neysluvatn. Að mati nefndarinnar er það hugur allra að samráði verði fylgt eftir til þess að áform allra hagaðila gangi upp. Er eitthvað sem vil tjá sig hér eftir þessum lið? Ef svo er ekki, já, Lilja, ekki svo er. Já, þetta aðrir sveitarstjórnarfulltrúar, takk fyrir það. Ég hjó eftir því að það koma hérna viðbrögð við svörunum auðvitað og las þau og þetta snýst auðvitað túlkun aðalskipulagsins sem er greinilega skýra að hálfu skipulagsnefndar. Ég sá hins vegar í fyrri ferlum málsins að skipulagsnefnd beinir því til sveitarstjórnar að samþykkja þarna aðalskipulagsbreytingu eða heimila hana. Hefur því ekki örugglega verið komið til skila til viðkomandi aðila? Takk. Takk fyrir Lilja. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti sveitarstjórnarmenn. Tilheyrendur, jú, að sjálfsögðu, það er eftir hvert skipulagsnefndarfundir og sendar út bókanir, þannig að því var komið leið til viðkomandi aðila í rauninni rétt ferli aðalskipulagsbreytingar. Takk fyrir Anton Kári. Einhverju fleiri sem vilja kveða sér hljóðs hér? Ef svo er ekki, þá les ég upp bókun. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar. Því sem henni er samþykkt rétt upp hönd. Lilja, varst þú að rétt? Réttið þú upp hönd? Nei, það gerði ég ekki. Nei. Þá er sem sagt samþykkt með 6 atkvæðum. Á móti er 1 atkvæði. Nei, Fyrirgefðu? þá sita hjá við afgreiðslu málsins, takk. Fyrirgefðu. Lilja situr hjá við afgreiðslu málsins. Þá er það 12. liður, deiluskipulag Seljalandsfoss. Óskað er eftir heimild til deiluskipulagsgerðar við Seljalandsfoss. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að unnið verði eftir gildandi deiluskipulagi. Einhver sem vil tjá sig hér undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá les ég bókun. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar. Þess sem henni er samþykkt vinsalegast rétt við hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það liðið 13, aðalskipulag Vindás og Litli Móskvoll. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við framlagða lýsingu og leggur til við sveitarstjórn að hún verði kynnt fyrir almenningi og send til lögbundinnar umsagnar samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Er einhver hér sem vil tjá sig þetta mál? Ef svo er ekki, þá les ég upp bókun. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykki framkomna lýsingu aðalskipulagsbreytingar. Sveitarstjórn samþykkir að lýsingin verði send til umsagnar hjá Skipulagsstofnun og annarra umsagnaraðila ásamt því að kynna hana fyrir almenningi samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Þessi menn eru samþykkur vinsalegast rétt við hönd. Það er samþykkt með samhljóða. Þá er það liðið 14, ný gata, nýtt staðfang. Verið er að stofna lóðir og yfirfara staðföng við nýju götu vestan við Austurveg, milli Hvolsvegar 1 og Austurvegs 15, ásamt því að lagt er til að fjölga staðföngum í Bergþórugerði. Skipulags- og umhverfisnefnd þakkar fyrir góðar tillögur og að staðföngum við nýjar götur og leggur til við sveitarstjórn að gatan suðvestan við Hvolsvöll fái götuheitið Lyngmói og nyrsta gatan í Bergþórugerði fái götuheitið Flosagerði. Er einhver sem vil tjá sig hér þennan lið? Ef svo er ekki, þá ætla ég að lesa upp bókun. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir ný staðföng. Því er samþykk vinsalegast réttið upp hönd.
Það er samþykkt fyrir ekki. Þá er það 15. liður. Aðalskipulag, breyttir skilmálar í aðalskipulagi Rangárþings eystra. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að breytingin verði send til yfirferðar hjá Skipulagsstofnun og afgreidd samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Einhver sem vil tjá sig hér undir 15. lið? Ef svo er ekki, þá ætla ég að lesa upp bókun. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir tillöguna og að hún verði afgreidd í samræmi við 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem því er samþykkt vil ég biðja ykkur að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 16. liður, deiliskipulag Móland. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við framalega tillögu og leggur til við sveitarstjórn að hún verði samþykkt og afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og að vikið verði frá grenndarkynningu þar sem notkun nýtingarhlutfalli, útliti og formi viðkomandi svæðis er óbreytt. Leggur tjá sig hér þennan lið? Ef svo er ekki, þá ætla ég að lesa upp bókun. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði afgreidd í samræmi við 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem er bókunin samþykkt vinsamlegast réttið upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 17. liður, deiliskipulag Stekkjargrund. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við breytta tillögu og leggur til byrja aftur. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við breytta tillögu og leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði send aftur til yfirferðar Skipulagsstofnunar og afgreidd samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123. Einhver sem vil tjá sig hér 17. lið? Ef svo er ekki, þá lesi ég bókun. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði send aftur til yfirferðar Skipulagsstofnunar og afgreidd samkvæmt 42. greina skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem henni er samþykk vil ég biðja ykkur að rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá er það 18. liður, deiliskipulag Sýslumannstún. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreidd samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Er eitthvað sem vil tjá sig hér þennan lið? Ef svo er ekki, þá ber ég upp bókun. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem henni eru samþykk vinsamlegast réttið upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 19. liður, deiliskipulag Hvolsvegur og Hlíðarvegur. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við framalega tillögu og leggur til við sveitarstjórn að hún verði auglýst aftur og send til umsagnar aðila samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Einhver sem vil tjá sig hér? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk oddviti. Langaði rétt að koma upp undir þessum lið. Ég kann að hljómi svo Ragnar Reykjás núna, nú er ég komin einn hring og á kannski eftir að fara í annan. En ég var svo sem þarna einn af þeim sem langaði svolítið að fara í skipulag og gera þetta svæði þarna heillandi og flott. Þetta er hluti af miðbæjarsvæðin okkar og ég er svo sem ekkert snúist í því að þetta svæði á að vera heillandi og flott og þarna er hjarta bæjarins. Ég er hins vegar á seinustu svona vikum verið að velta þessu svolítið fyrir mér, þessu skipulagi og ekki síst eftir þarna að fráfalla afa míns, þar sem ég fór svona að skoða söguna svolítið og þarna
og þarna eru hús frá kaupfélaginu sem hafa ríkt sögulegt gildi fyrir þéttbýlið okkar sem að standa þarna og fyrirhugað og eru bara víkjandi með við þetta skipulag. Og ég bara velti fyrir mig hvort að það sé þarna það sem við viljum taka söguleg hús þó að þau séu ekki falleg í dag og gera þau víkjandi á skipulagi og byggja upp nýtt. Það kann vel að vera að það sé lausnin en ég velti fyrir mér hvort að það sé ekki svolítið skammsýnt að ætla að taka elstu hús bæjarins sem tengjast uppbyggingu þéttbýlisins og gera þau víkjandi fyrir ný húsnæði. Ég held að ef við horfum bara 100 ár fram í tímann, eins og nú kannski ágætt að gera þegar maður í skipulagsmálum, að þá munum við sjá eftir því að hafa rifið þau hús sem eru í hjarta bæjarins. Ég ekki að segja að sveitarfélagið eigi að standa uppbyggingu, en ég er viss að flesta borgir í Evrópu sem hafa mörg 100 ára hús, að þau hús hafi einhvern tímann verið orðin léleg og jafnvel ljót, en það ekki til fyrirstöðu að byggja þessi hús upp og gera þeim hátt undir höfði og gera umhverfið í kringum þau svolítið skemmtilegt. En þetta þarna stend ég í dag og ætla ekkert ábyrgjast að ég mun ekki skipta aftur skoðun, en ég stend þarna í dag og ég held að við ættum að fara varlega með svona sögulega mikilvæg hús fyrir sveitarfélagið okkar. Takk. Takk fyrir Bjarki. Lilja, gjör svo vel. Já, oddviti Ari Fundarmenn, takk fyrir. Áhugaverð nálgun Bjarki sem þú bendir á og kannski vert að skoða. Og svo sem ekki endilega búin að mynda með skoðanir á því. Það annað sem ég hef áhyggjur af þarna, það við erum að þétta þarna byggð sem getur alveg verið vel á þessu svæði. Ég ekki að segja að ég sé mótfallin því, en það búið að skilgreina þetta svæði sem blandaða starfsemi. En það sem ég hef áhyggjur af að við erum þarna að loka fyrir aðrar inngöngu eða útakstursleiðir en sem sagt í annan endan, þannig að Hvolsvegurinn verður leitt að þeir sem eru að hlusta sjá ekki teikninguna en geta síðan á netinu hjá okkur. Að þarna búið að gera Hvolsveginn að botnlangagötu í raun og innst í götunni verið að þétta byggðina, reisa þar 8 til 12 íbúðir á 2 hæðum sem talsvert meira magn heldur en í öðrum götum hjá okkur. Og auk þess atvinnuhúsnæði eða atvinnustarfsemi rekin í innsta húsinu. Ég hef aðeins áhyggjur af þessu hvað varðar umferð í götunni. Það er verið að loka hérna útgönguleiðum í rauninni einni og annarri innstefnu inn og ég skil mæta vel að þessari útgönguleið þarna við Hvolsveg 32 sé lokað vegna þess að það ansi nálægt þeirri byggingu að þyrfti að finna aðra lausn. En hvernig það veit ég ekki, hvort það verið hægt að halda opinu út á nýbýlaveginn með einhverjum hætti. Ég hef áhyggjur af þessu og lýsi því yfir hér með og ég held að þurfa að skoða þetta betur. Þetta jafn löng gata og með þess að talsvert lengri heldur en Stóragerði og lokuð í annan endan og ég held að þetta geti orðið vandamál. Takk, bara að benda á þetta. Takk fyrir Lilja. Einhverju fleiri sem vilja kveða sér hljóðs hér undir 19. lið? Ef svo ekki þá ætla ég að bera fram bókun. Já, gjör svo vel, Anton Karl. Takk fyrir það, oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar, tilheyrendur. Bara áhugaverð umræða og ég held við tökum allt og sjaldan líka í sveitarstjórn umræða skipulagsmála því að við vitum það líka að skipulagsmál eru eitt af mikilvægustu málunum bara sem við yfir höfuð fjöllum en þess vegna eigum við líka góða skipulagsnefnd sem afgreiðir málin vel og faglega í hvert skipti. Þetta mál og skipulagsnefnd leggur til að tillagan verði, hvernig verður þetta bókað? Má ég sjá aðeins ertu í annari?
Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við framlagða tillögu og leggur til við sveitarstjórn að hún verði auglýst aftur og send til umsagnaraðila. Það var akkurat bara þetta sem mig vantaði. Þarna náttúrulega verið að setja rúlla henni áfram semst aftur í auglýsingaferli einmitt til þess að kalla eftir þessum athugasemdum og bara áhugaverður vinkil sem Bjarki kom inn á með þessu byggingar, þó svo ég sé kannski ekki alveg sammálunum svona fagurfræðilegt eða gildi þessara bygginga, en vissulega saga og klárt mál og eflaust hægt að gera eitthvað. En mér finnst bara allt í góðu að rúlla þessari tillögu gegnum auglýsingaferli og þetta er kannski líka bara svolítið hvet skipulags- og umhverfisnefnd, þetta var kannski tilvalið mál bara til þess að halda í rauninni íbúafund sko. Þetta snertir marga, þetta er í hjarta bæjarins, þannig að það getur vel verið að við fengjum fram einhverju skoðanir þar. En ég held að segja að það er bara allt í góðu að koma þessi auglýsingu og þó svo, við vitum líka að þó svo eitthvað sé sett víkjandi á skipulag að þá getur það nú breyst og það geta liðið ansi mörg ár þangað til að það farið eitthvað svoleiðis, okkur gefst tækifæri til þess. En mér finnst margir góðir punktar í þessu skipulagi og varðandi umferðarflæðið, það lauk rétt en til þess að koma þessu, ég held að þessi mikilvægur að koma þessu góða hringtorgi á þessu gatnamót heldur en að halda í innkeysluna þannig að við frá Nýbýlaveginum. En auðvitað eykur það botlangaumferð, en ég held samt sem áður Hvolsvegurinn, það er væntanlega færri, já, ég bara svona gerir ráð fyrir þessu færri íbúar við Hvolsveg heldur en til dæmis í þessum botlangagötu sem við höfum, að vísu ekki verslun og þjónusta í þeim götum, þannig að það er talsverð umferð, en enga síður ég held að botlangahugmyndin sé góð, en það gæti alveg, það þyrfti svolítið að greina með umferðarflæði. En ég held að sé erfitt að koma út ég held við getum ekki bara í hlutarins eðli hvernig þetta liggur, ég held við getum ekki komið bæði fyrir hringtorgi og í rauninni aðgengi inn á, bara það er hreinlega ekki pláss fyrir það, við verðum þá hreinlega að færa örkina. En þetta er bara svona vangaveltur, en bara takk. Takk fyrir Andor Kári. Lilja, gjör svo vel. Já, og takk fyrir það. Ég er nú kannski ekki alveg sammála sveitarstjóra þessu færri íbúar við Hvolsveg heldur en botlangagöturnar okkar aðrar sem eru þó styttri. En það má vel vera eins og í dag. En þessi tillaga gerir ráð fyrir þeirri aukningu. Það er það sem ég er af áhyggjur af. Að bæta þarna við 8 til 12 íbúðum, það er umtalsverð viðbót. En er það ekki bara fín tillaga eins og sveitarstjóri kom inn á við í sveitarstjórn myndum bara afgreita þannig að fresta afgreiðslu erindisins og hvetja skipulagsnefnd til þess að halda íbúafundum málið. Það er kannski eitthvað leið. Takk. Takk fyrir Lilja. Elvar, gjör svo vel. Átviti góður fundamenn, já, mér finnst þetta nú bara áhugaverð umræða. Það er alltaf þannig að allt orkar tvímælis þá gert er. Og mér finnst þetta alveg bara punktar sem að væri fínt að fólk ræddi. Þrengslir eru víða heldur mikil í götunum, sérstaklega eins og upp í Hvolstúni, finnst manni. Nýju götunar eru kannski rýmri, en þessi verður auðvitað, já, hún verður dálítið þéttsetin, það er alveg rétt. Og það er alveg pæling, hvað á að gera við gömul hús. Það er líka pizzahúsi sem það er náttúrulega lélegt hús, en þetta er engu að síður hús sem hefur sögur á staðnum. Þannig að ég veit ekki alveg, mér finnst allt í lagi hugmyndin að afgreiða þetta og fá umræðuna því þetta er ekki búið. Þó að þetta er ekki rétt með það, við erum að afgreiða þetta til að samfélagi hugsi það í þessari ferð og við getum alveg hugsað þetta aftur. Ég var nú verið aðeins að hugsa núna undanfarið, ég sá grein daginn mér finnst mjög áhugavert hvernig er gott að búa til þéttbýli og við höfum svo mikið tækifæri hér á þessum flatlendi að gera allt sem okkur sýnist og eitt af því sem ég rak augun í daginn það var það að þegar fólk hefur aðgang að skólendi eða svona almenningsgörðum
að það var finnsk rannsókn sem sýndi að það var marktækur munur á því hvað fólki leið betur, eða það er að segja hreinlega þurfti sko að minna á vissum lyfjum að halda, meira að segja, sem hafði slíkan aðgang. Og það væri svolítið gaman ef við hefðum haft sko framsýni til þess að búa til svona Central Park einhvers staðar, eða ættum kannski að hugsa það. Takk fyrir. Þakka fyrir Elvar. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti, sveitarstjórnar fulltrúar og tilheyrendur. Ég held við eigum að samþykkja hana til auglýsingar til þess að fá hana í opinbera umræðu og til þess að fá inn líka þá lögformlegar athugasemdir, af því að ég geri bara fastlega ráð fyrir því að þeir fasteignaeigendur sem eiga þarna eignir, til dæmis sem eru víkjandi, við eigum ekki allar þær eignir, að þeir vilji koma sínum athugasemdum á framfæri. Og þá er þetta bara akkurat einmitt rétti tímapunkturinn að koma þessi í auglýsingu og þá að halda íbúafundi og vinna með þetta. Og ég held líka að þetta er akkurat svona reitur sem við höfum ekki að flýta okkur með þetta. Við erum í heljarinnar skipulagspælingum og það er uppbygging vonandi að eiga sér stað, þú veist nálægt þjóðveginum. Þetta er reitur sem við eigum að vanda okkur virkilega vel við og ekki að, ekki að þröngva einhverju í gegn eða íta einhverju í gegn, við eigum að taka þessar umræður. En ég held að það sé mikilvægt að koma, þessari tillögu, hún er ekkert gallalaus, ég held að það sé mikilvægt að koma henni út til athugasemda, því að svo kemur hún bara inn í ferlið og við getum, breytt og bætt og tekið, þá verða þessar athugasemdir líka formlegar. Þetta, ef við frestum einhverju afgreiðslu, þá erum við ekki að ná í formlegar athugasemdir. En þetta er svona svo sem mín skoðun, þannig að ég legg til að við samþykkjum hana til auglýsingar. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Bjarki, gjörðu svo vel. Takk fyrir oddviti. Ég svo sem ger enga athugasemdir að máli verði afgreitt til auglýsingar. En ég held að samhliða því ættum við að leggja til að verði haldinn íbúafundur. Þannig að við gefum íbúum kost á því að koma athugasemdum inn á athugasemdafrestinum. Þannig að út af því að það þarf að gerast. Íbúarnir þurfa að vera upplýstir. Það er ekkert allir íbúar sem eru upplýstir þessi skipulagsmál sem í gangi. En ef við auglýsum þetta og komum þessu umræðina, þá fáum við bara við fáum allavega fleiri athugasemdir frá íbúum sem við viljum sjálfsögðu hafa með okkur í þessu. Takk fyrir. Takk fyrir Bjarki. Eigum við að taka fundarhlé eða? Okay. Þá ætla ég að bera upp bókun við 19. lið. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Sveitarstjórn leggur til að haldinn verði opinn íbúafundur tillöguna á auglýsingatíma hennar. Þeir sem bókuninni samþykki viljið visslast rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í 20. lið, deiluskipulag Ormsvöllur og Dufþaksbraut. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við framanlagða tillögu og leggur til við sveitarstjórn að hún verði auglýst aftur og send til umsagnar samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Er einhver sem tjá sig hér við þennan lið? Ef svo er ekki, þá ætla ég að bera upp bókun. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem bókunin er samþykkt viljið rétt upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liðið 21, deiluskipulag Ytri skógar, tjaldsvæði og bílastæði. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við framanlagða tillögu og leggur til við sveitarstjórn að hún verði auglýst kynnt fyrir lóðarhöfum og send til umsagnaraðila samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Er einhver sem vil tjá sig hér undir þessum lið?
Ef svo er ekki, þá ætla ég að byrja upp bókun. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem henni er samþykkt vinsamlegast réttið pönt. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er 22. liður byggðaráð 271. fundur lögð fram til staðfestingar fundargerð 271. fundur byggðaráðs. Er eitthvað hér sem þið viljið? Já, Bjarki, gjör svo vel. Gott þetta, ég langaði aðeins að koma upp og ræða 9. lið fundargerðarinnar sem eru almannavarnir, fundargerð almannavarna. Það voru til kynningar á fundinum, sá ég hinar ýmsu viðbragðsáætlanir og sem er bara virkilega vel. Við erum vel í sveit sett þegar kemur á almannavörnum. En ég velti bara aðeins fyrir mér hvort það sé ekki kominn tími til að við köllum til fundar við okkur lögreglustjóra og hugsanlega starfsmann almannavarna og bara fáum aðeins stöðuna og förum yfir með honum stöðuna eða þeim. Hvert er til dæmis hlutverk sveitarstjórnar í almannavarna ástandi. Það eru þarna viðbragðsáætlanir og það er einhvers staðar tiltekið viðbrögð sveitarstjórna. Ég held að vera bara ágætt fyrir okkur eins og aðra aðila sem koma að þessum viðbragðsáætlunum að vera aðeins undirbúin, vita hvert er okkar hlutverk. Því að eins og við vitum þá eru náttúruváin víða hjá okkur á þessu svæði og það er ekkit endilega tími til þess að vera að setja sig inn í hlutina þegar að þeir eru farnir að staða atburðirnir. Þannig ég held að vera gott að fara yfir þessi mál með lögreglustjóra en eins bara hinn ýmsu mál sem að við gætum átt þarna samtal við hann því að þetta er einn af forstöðumönnunum á okkar svæði og ég held að það sé bara virkilega gott að vera í góðu þarna samtali við þessa forstöðumenn sem að starfa hérna hjá okkur. Þannig ég legg til að við bókum við þennan lið að sveitarstjóra sé falið að boða lögreglustjóra og verkefnastjóra almannavarna á fund sveitarstjórnar. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Anton Kári, gjör svo vel. Takk fyrir það, oddviti sveitarstjórnar fulltrúar og tilheyrendur. Þetta er bara alveg hreint frábær tillaga hjá honum Bjarka, félaga mínum og okkar helsta lögreglumanni náttúrulega. Hann hefur þekkingu á þessu sviði líka sem við getum svo sannarlega nýtt okkur. En mér finnst þetta bara virkilega góð tillaga og þú veist, hún er líka bara góð að því leyti að maður veit oft eftir á þegar eitthvað bjátar á, þegar eitthvað gerist loks að þá er maður kannski ekki alveg í stakk búinn. Þess vegna er í rólegum tíma, hvað okkur varðandi almannavarnar ástand, þá er náttúrulega bara að gera að viðræða þetta og ræða og að allir þekki sín hlutverk. Og eins og Bjarki kom inn á líka, það er til ógrynni af áætlunum og það sem er gott núna og það sem almannavarnadeild í rauninni, já ég get næstu því sagt bara lögreglustjórans á Suðurlandi, það sem er gott núna að það er verið að einfalda allar þessar áætlanir og allt landið er að fylgja í rauninni fordæmi lögreglustjórans á Suðurlandi. Áætlanirnar eru gerðar aðgengilegar, þær verða allar eins. Áður fyrir vorum við kannski með áætlun tekið sem dæmi Kötlu eða Heklu og það er áætlun upp á 100 blaðsíður. Nú er verið, og það var alls konar í því út allt, tvist og bast, en nú er verið að þétta og þjappa upplýsingunum og bara vera með þær upplýsingar sem skipta máli og þetta verður miklu aðgengilegri ritt. Þannig að ég bara styð það og bara heilsugar að við köllum á fund með lögreglustjóra og starfsmanni almannavarna. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Já, það vittir ekkert af að skerpa á þessum hlutum og vera í stakk búin ef eitthvað bjátar á. Er komin bókun undir... Hvað skal það? Já. Þá ber ég upp hérna bókun, undir lið... Hvaða lið er þetta? Já. Þetta er undir lið 22.9. Sveitarstjóra falið að boða fund sveitarstjórnar, lögreglustjóra og starfsmann almannavarna og
fundargerð staðfest í heild sinni. Þeir sem eru samþykkir rétt af hönd. Hún er staðfest. Það var það liðið 23. Byggðaráð 272. fundur, lögð fram til staðfestingar fundargerð 272. fundar byggðaráðs. Það er einhver sem vil gera svo vel. Guri. Takk, Oddviti og góða fundamenn. Mér langar að ræða lið 23.9 í fundargerð byggðaráðs sem er fundargerð 70. fundar heilsu, íþrótta og æskulýðsnefndar. Fundargerðin fylgir reyndar ekki í fundargögnunum hér en hægt er að finna hana í vonkerfinu og einnig á heimasíðu sveitarfélagsins. Þar leggur heilsu, íþrótta og æskulýðsnefnd til eftirfarandi. Heilsu, íþrótta og æskulýðsnefnd leggur til að nemendur í 8. bekk að 18 ára aldri megi fara ein og fá frían aðgang í líkamsræktina á Hvolsvelli eftir uppáskrift frá foreldri forráðamanni. Einnig leggur nefndin til að boðið veri upp á námskeið og eða kennslu í líkamsbeitingu fyrir þennan aldurshóp í líkamsrækt. Byggðaráði virðist hafa staðfest fundargerð nefndarinnar án athugasemda og má þá skilja það þannig að byggðaráði hafa staðfest breytingu að reglum og gjaldskrá íþróttamiðstöðvar. Samkvæmt 5. lið 5. greinar samþykktar stjórn sveitarfélagsins Rangárþings eystra er það sveitarstjórn sem getur tekið ákvörðun varðandi gjaldskrá sveitarfélagsins og þarf sveitarstjórn að mínu mati að taka afstöðu til tillögu nefndarinnar. Eins og ég skil samþykktir sveitarfélagsins og máli sem hér er að ræða hefði þurft að taka tillögu heilsu, íþrótta og æskulýðsnefndar sérstaklega fyrir og leggja til að það veri gert á næstu fundi sveitarstjórnar. Ég er mikil talskona líkamsræktar og hreyfingar og tel það jákvætt að börn í 8. bekk og eldri fái aðgang á líkamsræktinni okkar, en ég tel nauðsynlegt að við sem eigendur stöðvarinnar séum meðvituð ábyrgð okkar. Ég tek heilshugar undir tillögu heilsu, íþrótta og æskulýðsnefndar varðandi að bjóða upp á námskeið og eða kennslu í líkamsbeitingu fyrir þennan aldurshóp og leggi jafnframt til að slíkt námskeið veri skyldunámskeið til þess að fá aðgang að líkamsræktarstöðinni auk samþykkis forráðamanna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guri. Eru fleiri sem vilja kveða sér máls undir fundargerð byggðaráðs? Ef svo er ekki, þá ætla ég að biðja ykkur að rétta upp hönd til að staðfesta fundargerðina byggðaráðs. Þeir sem eru samþykkið vinsælast réttið upp hönd. Það er samþykkt sem fyrirgefðu. Ég hef þú verið að rétta upp hönd. Gjörðu svo vel. Já, oddviti það eru fundamenn. Ég bara held að við verðum að taka afstöðu til þessum Guri er að benda á. Erum við að samþykkja fundargerðina og þar að leiðandi að samþykkja dagskrárlið sem á að setja sem sérstakan dagskrárlið á fund. Áður en að við getum samþykkt þá bara, já, verðum við ekki að skera úr það. Takk. Takk fyrir, Lilja. Ég legg til að við tökum smá fundarhlé.
þá ætla ég að lesa upp bókun við lið 23.9 við 272. fundar byggðarráðs. Sveitarstjórn vísar lið 23.9 til afgreiðslu á næsta fundi sveitarstjórnar og staðfestir að öðru leyti fundargerð byggðarráðs. Þeir sem henni eru samþykki vinsamlegast rétt við pönt. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundargerðum. Fleiru. 24. liður Samband íslenskra sveitafélaga, 960. fundur stjórnar. Einhver sem vil tjá sig hér undir þessum lið? Gjör svo vel, Bjarki. Sorry. Afsakið áttiti. Ég ætlaði að fá að taka til máls undir einum liða í seinni fundargerðinni byggðarráði. Ég bara glemdi því. Já, ok. Og ég byrst afsökunar. Það er eitt sem ég langaði bara að nefna og ef ég má áttiti. Undir 14. lið byggðarráðsfundarins er þarna heilbrigðiseftirlit Suðurlands. Fundargerð frá heilbrigðiseftirliti Suðurlands. Og ég hjó eftir, ég aðeins lendi í gegnum hann í gær, að það eru athugasemdir við þarna fráveitumál og einhver hjá þarna Seljalandsfossi og það var afgreiðsla heilbrigðiseftirlitsins að veita áframhaldandi frest í ljósi þess að deiluskipulagsvinna væri í gangi við Seljalandsfoss. Við afgreiddum hérna á sveitarstjórnarfundi núna áðan að heimil ekki deiluskipulagsgerð, heldur að unnið yrði eftir núverandi deiluskipulagi. Þannig að það er eitthvað misræmi þarna í gangi og þarna ég held að það sé ágætt að við þarna heyrum í félögum okkar hjá heilbrigðiseftirlitinu hvað er að gerast þarna. Því að við að sjálfsögðu berum að einhverju leyti ábyrgð á fráveitumálunum við Seljalandsfoss. En ekki svo ég veit til neinn deiluskipulagsgerð í gangi við Seljalandsfoss. Takk fyrir, Bjarki. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti sveitarstjórnar fulltrúar. En þetta er akkurat málið sko varðandi, Bjarki kom inn á þetta, að við samþykktum að fara ekki í deiluskipulagsgerð við Seljalandsfoss. Samskipti við heilbrigðiseftirlit hafa ekki verið í gegnum sveitarfélagi varðandi þetta mál af því að sveitarfélagið er ekki landeigandi á umræddu svæði og þær byggingar sem standa þar í dag eru ekki samkvæmt skipulagi. Og þetta er í rauninni, ég hugsa að þetta hefur nú verið hlutur að þeir sem skipulagsnefnd samþykkti líka að heimilit ekki, við erum með skipulag í gildi fyrir Seljalandsfoss og Hamragarða og við viljum að það sé unnið eftir því, þannig að þetta er svo sem bara liður í því líka. Þannig og ég vona að menn bara, ég get kannski komið inn aftur í Seljalandsmálið en ég ætla ekki að þvæla þetta lengra. Þetta eru flókin samskipti eins og sveitarstjórnarmenn þekkja og það er flókið þegar margir koma að en vonandi ber okkur gæfa til þess að ná einhvern tímann utan þetta. Það væri mikill gleðidagur allavega. Takk. Takk fyrir, Anton Kári. Þá ætla ég að lesa upp aftur 24. lið Samband íslenskra sveitafélaga, 960. fundur stjórnar. Hún er lögð fram til kynningar. Fundar stjórnar Samband íslenskra sveitafélaga. Einhver sem vil tjá sig hér undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá held ég áfram. Þá voru 25. liður, það er Samband íslenskra sveitafélaga einnig, 961. fundur stjórnar. Hún er lögð fram til kynningar. Og enginn sem vil tjá sig hér. Og þá er það 27. liður, Samband íslenskra sveitafélaga, 962. fundur stjórnar. Gjörðu svo vel, Guri. Takk, oddviti. Ég var nú svo sem ekki búið að undirbúa neitt varandi hvað ég ætla að segja þetta en þessi fundur var náttúrulega bara fundur varandi stöðu kjaramála og þá erum við náttúrulega að tala þessi deilur sem er í gangi
kjaradæla sem er í gangi, sem allir þekkja og allir eru kannski fyrir löngu búin að fá nóg á. Þetta er, mér finnst bara dapurlegt og sorglegt hvernig umræðan hefur verið og ég sagði þetta líka fyrir jól og ég endurtek alveg bara það sem ég sagði fyrir jól. Það er ekki skemmtileg staða að starfa sem kennari í dag með að við hvernig umræðan er í samfélaginu og bara minna á að kennari eru að berjast fyrir bara að það verður samningur sem var gerður fyrir 9 árum verður virt. Það snýst um það. Og ég kannski hvetja alla til þess að hugsa, þess að vanda sig umræðinu, vanda mál sitt. Það starf sem kennari er rosalega dýrmætt starf, mikilvægt, skiptir miklu máli. Við erum vel sett í okkar sveitarfélagi varðandi menntaðir kennarar. Í mörgum sveitarfélögum er staðan allt önnur og ekki virðist að bæta stöðuna núna með umræðu og gang mála. Þannig þetta er bara svona þessi brýning frá mér, bara sem kennari, að við skulum öll bara vanda okkur hvernig við tölum starfið og hvernig við nálgumst þessu umræðu varðandi kjaramál kennara. Takk fyrir. Takk fyrir þetta innlegg, Gurrí. Einhver fleiri sem vilja taka sér til máls? Ef svo er ekki, þá er dagskráin tæmd á þessum sveitarstjórnarfundi og segi fundi slitið.